Við erum einhvern veginn búin að sannfæra sjálf okkur að sko vestrænt lýðræðisríki og þeir sem að búa í því séu verksmiðjustilling manneskjunnar. Það er að segja að ef að þú ert einhvern veginn fæðist inn í þetta samfélag þá er svona að ef þú myndir bara henda 500 manns inn í bara á einhverja eyðieyju að þá væri líklega lýðræðis fyrirkomulag þegar þú myndir koma þann aftur eftir 200-300 ár sem er náttúrulega ekki staðan og minnir að seinni tilvitnunin í þeirri bók sé eitthvað á það leið að það frelsi sem þú ert aðnjótandi var greitt með blóði þeirra sem að börðust fyrir því sem er önnur mjög mikilvæg tilvitnun og svona það sem mér finnst líka við hafa svona glatapínu á Íslandi sko er að við tölum alltaf eins og við séum ekki meðnitt í höndunum bara við getum hérna sem líka í samhengi við útlendingamálin að við þurfum ekkert að gera kröfur á útlendinga það að aðlagast okkar samfélagi út af því að þeir eru bara, þú veist, þetta er bara eins og við, þeir koma úr samfélagi sem er bara eins og okkar, sem er náttúrulega bara ekki staðan, sko. Það er ekki fyrir hendi að samfélagið með Austurlöndum eru áþekkt því sem að þekkist á Vesturlöndum og það þykir bara eitthvað svona feimnismál að ræða það og við erum búin að taka þessar reglur sem að við erum með í huganum það hvert við erum að beina okkar athygli og einhvern veginn setja það bara algjörlega til hliðar og við erum einmitt, út af því þú varst að tala við vorum að setja í samhengi við börnin áðan að reglusetningin einhvern veginn að vera handahófskenndar hugleiðingar barna það hvernig reglunar eiga að vera það leiðir bara til óskapnaðar út af því að við erum ekki með neina reglur það hvert við eigum að reyna að beina athygli okkar